Gjörðu svo vel. Þetta flott svona? Mjög svo. Glæsilegt. Herðu, góðan daginn öll sem öll og takk fyrir að koma inn á þessa rafræna fyrirlestur. Ég ætla að kynna, ég heiti Sigurður eins og stendur á glærunni og er verkefnastjóri hjá Heimili og skóla og SAFT. Ég er hérna til að kynna raun og veru glænýja niðurstöður, rannsóknin er ekki eins og komin út, þannig að við fengum alveg sérstakt leyfi til að fara kringum svona smá embargo og segja ykkur frá fyrstu niðurstöðum. Þannig að þið eru svo sannarlega heppin að fá niðurstöður úr, eins og við þýddum, stafræn borgarvitund foreldra alla Evrópu. En fyrst, þá ætla ég aðeins að kynna okkur. Eins og ég segi, þá vinn ég fyrir Heimili og skóla sem er Landssamtök foreldra og við erum frjáls félagasamtök sem er með félag sem eru foreldrar, foreldrafélög og skólar. Við erum bara eins og frjáls félagasamtök, rekin á orgjöldum og styrkjum og stuðningi opinberra aðila. Við erum þekktust fyrir meðal annars útgáfa fræðsluefni og við erum með fræðslu hjá og rekstri þjónustumiðstöðvar í Reykjavík þar sem er veitt fræðslu, ráðgjöf og önnur þjónusta hérna á Suðurlandsbrautinni sem ég sit nákvæmlega núna. Ég vildi að það er frábært ef ég geti bara verið upp í háskóla að tala en svona er bara veruleikinn í dag. SAFT-verkefnið, það er eitt af verkefnum Heimili og skóla en SAFT sem stendur fyrir samfélag, fjölskyldu og tækni er vakningaátak örugga tækninotkun ungmenna á Íslandi. Þetta er hluta ESB-verkefni og Heimili og skóli er samningsaðilinn. SAFT-verkefni er samstarfi við Rauða krossinn, ríkislögreglustjóra og Barnaheill. Ábendingarlína Barnaheilla er hluti af þessu. Og já, þetta er náttúrulega bara að snúast örugga og jákvæða notkun nets og aðra nýmiðla. Við erum náttúrulega búin að gefa út ógrynni af bæklingum og alltaf koma eitthvað nýtt frá okkur. Svo er náttúrulega alþjóða netöryggisdagurinn sem er hverju ári í febrúar og svo langar mér aðeins að vekja athygli á út að ég er einn af þess að sjá ungmennaráðið að við erum með ungmennaráð sem heitir Ungsaft og okkur vantar alltaf nýja félaga því að við leggjum mikla áherslu á það að unga fólkið segja okkur hvað þau þurfa, ekki bara við gamla fólkið segjum raun og veru bara þetta eiga að gera og svo finnst þeim þetta geða þetta aðstæðanlegt. Þannig að ef þið þekki einhver unglinga endilega hafið samband og látið unglinga vita af þessu. Niðurstöður rannsókna sem tengjast netkonum barna og unglinga eins og við erum að gera í dag, innlendar alþjóðlegar keppnir og stýrihópur þar sem sitja fulltrúar frá ýmsum hagsmunaaðilum er hluti af SAFT-networkinu. En rannsóknina, á ensku heitir hún Digital Citizen Education Survey sem að Evrópuráðið hleypti að og við komum bæði að skýrslugerðinni og raun og veru íslenskuðum rannsóknina. Vinna hófst í byrjun árs 2019. Könnunin var lögð fyrst fyrir 15. maí og lauk ef ég man rétt í júní. Og í millitíðinni þá hófst eitthvað sem við könnumst við, kórónuveirufaraldurinn. Og í miðju ferlurinn, við varum rétt áður en að við ætluðum að setja könnunin út, þá náttúrulega breyttust aðstæður gríðarlega og við bættum við spurningu sem tengjast aðstæðan fólks í kórónuveirufaraldrinum, sem er náttúrulega ennþá stendur yfir. 21.000 foreldrar svöruðu könnuninni alla Evrópu. Það var mjög misjafnt eftir löndum, en yfir 280 svöruðu Íslandi sem var mjög gott. Sérstaklega með að þegar við vorum með könnun opna, þá var samfélagið að komast á stað aftur. Þannig að allir voru eitthvað voða busy, þetta var löng könnun. Og flesti svarenda voru á aldrinum 31 til 45. Það vakti athygli mína sérstaklega að það voru mæður, og þetta á við alla Evrópu, yfirleitt mæður sem svöruðu þessari könnun. Það er spurning hvort að það sé svona rannsóknir enn í næstu ára sem að við þurfum að kannski líka að fá svörum frá pöbbunum. Meðal annars að spurt hverjar voru helstu áskoranir foreldra á tímum COVID, sérstaklega í samkomubanninu sem var Íslandi og náttúrulega bara alla Evrópu. Og meira en helmingur foreldrar töldu að vera sína stærstu áskorun að samtvinna vinnuskipulag við skólastarf barna sinna. Og þetta var bara öll Evrópa glímdu við þetta.
Þetta var stóra áskorun foreldra og þetta samrýmist algjörlega það sem við höfum heyrt hérna í heimili og skóla. Og svo var náttúrulega jafnvægið að skjátíma barna og hreyfingu var mikil áskorun. Það sem að þetta með sömu löndum þá náttúrulega máttu börn hreinlega ekki fara út svo vikum skiptir. En þetta var líka áskorun fyrir okkur Íslendinga. Upplifun foreldra fjarkennslu. Það er bæði gleðilegt og áhugavert að flestir foreldrar voru ánægðir. Þetta var ekki, eins og spurningin var orðuð, þau voru ekki endilega himinlifandi, en þetta er að ganga upp, var kannski svona helsta svörunin. Þetta er að reddast. Við erum að komast í gegnum þetta. Stór hluti foreldra telja hins vegar að skóla þurfa að bæta sig í fjarkennslu. Það er kannski skiljanlegt og þetta kom náttúrulega mjög skyndilega, og það vekur jafnframt athygli mína að helst eldri foreldrar töldu að skólan þurfti að bæta sig, en yngri foreldrarnir tóku þetta svolítið á sig og segja að þau þurfti að bæta sína þekkingu til að hjálpa börnum sínum við fjarkennslu. Og svo var þetta að margir foreldrar lenti í hindrunum. Það var bæði þekking á þessu tækninni og skortur á búnaði. Við höfum væntanlega heyrt sögur það sem bara bæði á Íslandi og erlendis að foreldrar voru að lenda í því að eiga 3 börn til dæmis og eina tölvu og öll börnin eiga að vera sama tíma í skólastofunni, rafrænu skólastofunni og þá bara endaði með, þeir heppnir gátu fylgst með í símanum. En tæknibúnaður var mikil hindrun í fjarkennslu hjá mörgum. Og svo, kannski ekki tengt COVID, en hvað gera foreldrar með börnum sínum á netinu? Heilt yfir þá skoraði að skoða fræðslusíður efni fyrir heimanám efst. Síður eins og Wikipedia eitthvað svoleiðis. Eiga í samskiptum þá getum samfélagsmiðla og númer 3 var að horfa á myndbönd eða hlusta á tónlist. Í sveiganu fyrir aftan er veru sætin hvernig það raðast upp á Íslandi. Og það vakti bara, það fyrsta sem ég sá í þessari rannsókn var að hvað Íslendingar eru rosalega mikil vídeóþjóð sem mjög áhugavert og við erum bara skorum ótrúlega hátt í að horfa myndbönd eða hlusta tónlist. Bara YouTube gláp, Netflix gláp, það er greinlega skora mjög hátt og bara mun hærra en hjá öðrum þjóðum. Hvaða reglur setja foreldrar? Við hjá Saft og heimili og skóla leggjum mikla áherslu að það séu reglur heima fyrir og við sem sagt skoðum þetta og þetta eru íslensku niðurstöðunar. Og kannski náttúrulega og kannski leitast að fjölmiðlaumfjöllun að ekki eyða peningunum mínum án míns leyfis var svona skoraði hæst á Íslandi. Við höfum öll heyrt söguna sem að gengur reglulega fjölmiðlum að þetta barn eyddi 200.000 krónur á kreditkort á Peppa síns í Fortnite. Þannig að það skoraði bara rosalega hátt. Númer 2 var að leiti til foreldra ykkar ef við sjáum eitthvað skrítið og ógnvænlegt. Mér finnst það mjög jákvætt og það er bara vonandi að þessi skilaboð komast til barnanna og þau getur að leita til foreldra sinna. Og virðið öryggis- og samskiptareglur á netinu, raunverulega bara hægið ykkur vel á netinu. Það var í 3. sæti. Svo vakti það athygli okkar að hvað eru raunverulega fáir með reglur skjátíma, jafnvel þó það hafi verið gríðarlega mikið í umræðunni. Sérstaklega fyrir árið síðan, þá virtist allt og alla margar fyrirspurnir til okkar snúast skjátíma. Kannski er þetta túlkað þannig að eftirspurnin eftir skjátímastjórnun hafi minnkað í COVID, en það er bara getgátur hjá mér. Og kannski er bara hreinlega það er bara ákveðin hópur sem þarf ekki hjálp við skjátíma. Skoða foreldrar yfirleitt hvort efni sé viðeigandi fyrir börn. Yngri foreldrar eru duglegir að skoða efni þau eldri. En það gæti hugsanlega skýrst af því að yngri foreldrar eiga yngri börn. Við sáum alveg mikla fylgni af því að foreldrar yngri barna eru duglegir að skoða efni sem börnin þeirra að skoða, en þegar börn verða unglingar snarminnkar að foreldrar skoða efni sem unglingar eru að skoða. Eins og við setjum á netinu, 14 ára frjáls á netinu. Við erum náttúrulega, þurfum að fylgjast með til 18 ára aldurs, en það var bara mjög áberandi að leiða þau unglingar, þá fáðu þau smá,
kannski skiljanlega, en mjög mikið frjálsræði á netinu. Aðra niðurstöður voru meðal annars að stór hluti foreldra sér eingöngu þekkja raunheimavini barna sína en ekki netvini. Og þá ég að tala foreldra eða krakka sem eiga raun og veru netvini. Það ekki jákvætt að mínu mati. Það sem að bara sérstaklega þessu dagurinn í dag, heimurinn að breytast og mörg börn lýsa bara hreinlega netvini sína sem sína bestu vini. Þannig að foreldrar þurfa að vera greinilega meira vakandi fyrir netvinum. Flestir foreldrar tala við börnin sínu neteinelti sem frábært og það var bara fagnaðarefni hversu vel það kom út. En það alltaf, þó hann sé ekki stór hópur, þá alltaf og margir sem virðast ekki sjá að neteinelti sé vandamál eða að halda að börnin þeirra getur hreinlega bara séð þetta sjálf. Foreldrar voru spurðir hjálpatæki. Hvað þurfa þau til að hjálpa börnum sinni til að vera ábyrgir stafrænir borgarar? Númer 1 var efni sem auðveldlega hægt að nota heima fyrir. Bara svona lítilega sem að þau geti hjálpað börnum sinni með að skilja. Stutt myndbönd frá sérfræðingu var númer 2 og svo var númer 3 vefsíða fyrir foreldra. Það vakti mikla athygli á mér að Facebook-hópar þóttu ekki valkostu fyrir nema á Íslandi og Möltu. Ég veit spurning hvort að Eyríki og Facebook eiga betur samleið heldur en meginlandið. En alveg, ef ég man rétt, allavega 1/3 íslenskra foreldrar nefndu Facebook-hópa sem góðan valkost fyrir svona tips and tricks, en bara mældist lítið annars staðar. Og hvað vilja foreldrar upplýsingar sem að rímar mjög vel könnun sem við gerðum raun og veru vilja barna. Meðan að það aðferðir til að verja persónuupplýsingar á netinu hafi skorað hæst, kemur ekki lengur óvart, en fyrir nokkrum árum þá hefði þessar upplýsingar bara varla mælst að mínu mati. Og þetta rímar eins og segja algjörlega við það sem að þegar börn voru spurð fyrir 2 árum, þá skoraði áhyggjur þeirra persónuupplýsingar þeirra hæst. Hvernig bregðast það við þegar kemst upp neteinelti? Foreldrar kalla leiðbeiningum það og hvernig á að forðast falsfréttir og eða hatursorðræðu. Og það kannski fréttaflutningur, við náttúrulega lifum svolítið á tímum falsfrétta og upplýsingaóreiðu, þannig að það kemur ekki óvart að þetta skora mjög hátt. En ég búinn í bili, ég veit ekkert hvað ég var fljótur, ég tala svo hratt þegar ég bara að tala við tölvuna. En ef það einhverjar spurningar, það bara endilega að koma með þér. Rannsóknin kemur vonandi fljótlega út bráðum og þá sjáu þið allar tölunar og kannski sjáu þið fleiri vinkla sem að ég hef ekki nú þegar talað um.